Víðismenn fögnuðu 80 ára afmæli félagsins með glæsibrag þegar þeir tryggðu sér sæti í annarri deildinni með 3-1 sigri á Þrótturum í kvöld. Víðir nú 12 stigum á undan liði Kára sem situr í 3. sætinu. Staðan var 1-1 í hálfleik þar sem Milan Tasic skoraði fyrir Víðismenn og Kristinn Aron Hjartarson fyrir gestina frá Vogum. Aleksandar Stojkovic sá að klára dæmið fyrir Víðismenn í síðara hálfleik með 2 góðum mörkum. Víðismenn léku síðast í annarri deild árið 2010. Fagnaðarlætin voru gríðarlegi leikslok eins og sjá má á þessum myndum. Fyrirliðinn Björn Bergmann Vilhjálmsson var að vonum ánægður með sína menn. Ég heyrði þér í byrjun sumars, þá varstu kokkraustur og sagði mér að Víðismenn ætluðu upp. Við stóðum við stóru orðin. Já, það er svona sem við fögnum afmæli. Það er bara, við mætum fyrstir og förum síðastir. Það er bara þannig. Þetta var kærkomið. Þó svo að ég kannski gleymdist alltaf að biðja stuðningsmenn Víðis og alla í kringu afsökunar á 6-1 tapinu á móti KFR. En við komum bara sterkari tilbaka. Þó svo það fer ekkert lið gegnum tímabil á þess að tapa. Og við komum bara sterkari tilbaka. Er ekki svolítið skemmtilegt að vera í svona liði þar sem að kjarninn er heimamenn? Þið sjá það bara, allt fólki í kringum þetta og allir sem er hérna. Gott að Gulli, sko, hún búin að peppast á okkur í allt sumar og þetta er bara einn stór heild sem er að skila ótrúlega miklu. Ég var aðeins að minnast á serbarna sem eru í liðinni hjá okkur. Þeir eru nokkuð magnaðir. Eru þeir ekki, þeir eru að spila deild ofar eins og þeir eru að fara? Já, klárlega, sko. Þeir voru náttúrulega að spila niður fyrir sig með þessari deild, sko. Og þeir eru náttúrulega gríðarlegur styrkur fyrir okkur og hefur sýnt sér bæði seinni hluta tímabils í fyrra og svo núna. Og þeir náttúrulega, þeir telja mikið. Það eru smá tilfinningar í þessu, það er gamla gullaldaliðið, þú ert tengdur þar fjölskylduböndum og annað. Er ekki svolítið í mósinn allt svona þegar svona gerist? Eru þetta ráða tilfinningar? Já, klárlega. Ég meira að byrja að tárast þarna og maður er að eldast og þetta er að vera svona. Ég sagði einhvern tíðan að ég myndi ekki hætta fyrir að ég var búinn að koma víð upp aftur og ég held ég sé að standa við það núna. Já, fyrir gallharðan Víðismann og í þessu stóri Víðis fjölskyldu og svona, þá hefur þetta væntanlega sérstaka þýðingu fyrir þig? Gríðarlega mikla. Þetta er bara lífið mitt, þetta er bara hluti af minni fjölskyldu og þó svo ég hætti einn daginn að spila fótbolta, þá held ég að hangi hérna, verið svona uppáþrengjandi og öskrandi og æpandi hérna á peyjana. Nú, það er kannski fullt snemmt að fara að huga að því eitthvað svona, en nú voru þið svona, komnir upp deild og svona, hvað getur þið gert með svona sterkan kjarna heimamönnum og þeim með flottan þjálfara og allt þetta? Hvað svona getur þið séð fyrir þér að Víðir geri í nánustu framtíð? Við allan fengum tækifæri tvisvar núna á þessu tímabili að spila á móti liði deildinni, annarri deildinni. Bæði Ægi, við unnum á æfingarleik, gerum svo aftur jafntefli á. Við vinnum Sindra í bikarnum 2-0 og nálægt því að það er allt hægt með þessu. Kannski upp á breiddina, við erum með frábæra varamannabekkin en upp á breiddina þá kannski aðeins svona, þessi strákar að eldast og það verður gaman að fylgjast með hvað tekur við. Já, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Garbúar fögnuðu vel og innilega í leikslok eins og sjá má á þessum myndum.